Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Þetta fyrirtækið léttitækni á Blönduósi sem framleiðir, eins og nafnið bendir til, tæki sem létta dagleg störf. Höfuðstöðvarnar eru á Blönduósi en söludeild starfrækt í Reykjavík, enda stærsti markaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Við erum aðalega að selja borðvagna á hjólum og trillur og hjól til þess að sitja þá undir alls konar hluti, til þess að ýta hlutum á undan sér. Þetta svona stærsta. Svo erum við að selja reyndar stórt atriði hjá okkur hillukerfi eins og við erum með inni. Léttitæki náttúrulega mjög víðfeðmt hugtak. Hillur eru einhvers staðar léttitæki. Þannig en svona undirstöðu atriði og grunnatriðin hjá okkur eru þessar trillur og þessir handvagnar. Og þið eru með talsverða framleiðslu sem sagt hérna á staðnum? Já, við framleiðum allt hérna á staðnum og full vinnum það, alveg bara, það kom bara jafnabúnt og hérna út fara fullsprautaðar vörur, tilbúnar til notkunar. Hverjir eru það helst sem að kaupa léttitæki? Það kaupa allir léttitæki, en við erum mest á fyrirtækjamarkaði, langmesta prósentin þar, en það er eitt og eitt heimili og einn einstaklingur sem búinn að átta sig á mikilvæginu og nýtir sér okkar þjónustu og kaupir á okkur til þess að létta sér einhver störf við hvaða iðju sem Ég geri ráð fyrir að til dæmis iðjuþjálfar mæli mjög með því að léttitæki séu notuð við dagleg störf. Okkur fleytir fram í að átta okkur á því hvað eins og bakið mikilvægt og bara líkaminn mikilvægur að passa okkur, spara hann eins og við getum. Þannig að, iðjuþjálfar mæla náttúrulega með að það séu notuð léttitæki. Mikið ég leita til ykkar varðandi ráðgjöf og annað þvílíkt á þeim notum? Já, það er kannski mest stóru fyrirtækin sem vantar bara í rauninni hringja hérna og bara með einhverja hugmynd og vita ekkert hvernig þeir eru að framkvæma hana og þá mætum við bara á svæðið og hérna aðstofum við það. Þið mikið í sérsmíði? Já, það er einmitt mjög stórt hjá okkur sérsmíðin. Það örugglega meiri sérsmíði heldur en stöðluvörunar. Af því að það náttúrulega þó við séum með staðlaða vagna sem henta sumum, þá náttúrulega yfirleitt þarf eitthvað að aðlaga að aðstæðum eftir hvað fólk að gera, sko. En íslenski markaðurinn, heldur það hann sé einhvern veginn öðruvísi heldur en evrópski markaðurinn á þessu sviði? Ég held að við séum bara á svipuðum stað, sko. Ég held að við séum ekkert eitthvað endilega framar, en við erum vön að vera framarlega í flestu, þannig að við verðum eitthvað tíma framarlega í þessu, það ekki? Péturína segir að náin samvinna sé við vinnueftirlitið varðandi framleiðsluna svo dæmi sé tekið. Eins og fyrr segir léttitækni með söluskrifstofu í Reykjavík, enda mest selt á höfuðborgarsvæðinu og þá spurt, ekki hagstæðast að vera með framleiðsluna líka fyrir sunnan? Ef þú myndir taka eitthvað Excel-skjal og vinna út frá því, þá erum við örugglega á vitlausum stað, en það ekkert þetta verðmeta einhvern mannauð sem við erum með hérna. Starfsfólki okkar hérna, þetta góða starfsfólk og miklu mannauður sem náttúrulega bara okkar lífæð. Húsnæðið kannski ódýrara. Okkur finnst við alls ekki vera á vitlausum stað. En eflaust ef við myndum setja upp í Excel sem við höfum engan áhuga á. Okkur líður vel hér og við viljum vera hér. Og þitt uppáhalds léttitæki? Ég held að það séu hérna trillan okkar. Þessi 003. Bara af því að maður fær svo mörg símtöl sem bara, ég ætla að fá þarna trillun ykkar þarna, sem þið eru búin að framleiða í öll þessi ár, það er bara að vita allir hvað, þetta er bara svona okkar aðal. Það er svo þægilegt að selja hana. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.